Ég heiti Elsa Ég heiti Jonni. og við erum sögukastið. Þetta okkar fyrsti þáttur, vonandi, ekki seinasti og já. Við erum smá stressuð, Já, fyrsta podcast hjá okkur báðum. þannig að bear with us. Þetta örugglega einhverju tæknilegir öðruleikar og eitthvað svona skemmtilegt. En við erum 100% viss það að við munum gera okkur besta. Já. Já, hvað sem það þýðir. Já, við ætlum bara að kynna okkur aðeins léttilega. Ég sem sagt bara mjög mikill áhugamaður sögu, en í rauninni ekkert meira en það. Fyrir, þú veist, ég les mikið sögu og hefur lesið sögubækur. Og bara lest mjög mikið. Ég les mjög mikið, já, yfir höfuð. En ég ekki með neina gráðu eða neitt. Ekki ennþá. Nei, það kemur að því örugglega. Hver veit. En já, það meira þinn hluti. Já, en ég sem sagt með BA-gráðu í sagnfræði frá Háskóla Íslands. Og ert sagnfræðingur, samkvæmt því. Já, reyndar ekki búið með masterinn, en með BA-gráðuna. Þannig... Já, við sem sagt... Já, ég meina fjölskyldur okkar, eða fjölskyldur mín kallar okkur frönsku nöllana. Já, við byggum bæði út í París, tölum bæði frönsku. Já, Við erum svo miklu lúðar. Já, dýrkum að segja fólki frá einmitt París og hvað var að gerast þannig á ákveðnum tíma og bla bla bla. En engar áhyggjur, við erum ekki bara að fara að segja eitthvað Þetta sögur frá Fraklandi. verður ekki bara París, engar áhyggjur, já. Þetta verður eitthvað annað heldur en bara það. Þó svo París verður örugglega mikið þarna, þetta er náttúrulega mjög mikið sem gerðist þarna. Þannig að já, þetta verður ekki einungis það. Nei, svo sannlega ekki. Og ef að þið eru með einhverja ábendingar efni sem þið vilja að við tökum, þá bara að gera að senda á okkur. Við erum með Instagram. Sem bara sögukastið eða sogu.kastið og svo erum við líka með Gmail sem er bara sögukastið@gmail. Þið með endilega senda á okkur ef þið hafið einhverjar hugmyndir og svo náttúrulega erum við ekki yfir gagnrýni hafin, þannig að ef þið hafið einhverju uppbyggilega gagnrýni á okkur af því að við langar að gera þetta vel. Já. Bara ekki hika við að senda á okkur. Það er bara algjörlega. Við viljum fá eins mikið feedback og þið geti gefið okkur. En já, af hverju erum við að gera þetta podcast? Af hverju ekki? Já, af hverju ekki? Ég persónulega, ég veit að þú ert ekki hana, en ég vil búa til smá beef milli okkur og vera ítluga. Nei, ok. Nei. Þetta er djók, en samt, hún er búin að hafa of gott og lengi. Já, en við erum samt að fara að gera þetta allt öðruvísi heldur en í ljósasögunar. Já. Af því að við viljum að hafa þetta meira svona aðeins á léttari nótum og hafa þetta meira svona eins og spjall. Meira svona við erum að segja hvort öðru frá Já. einhverjum ákveðnum hlutum. Meira svona eins og morðpodcast eru sett upp. Já, það akkurat. er svona innspóið. Já, akkurat. En þú veist, Þetta er ekki fara að vera einhliða frásögn. Nei, og þú veist, þú ert ekki Ashley Flowers og ég Brit. And I'm Brit. Þannig að, já, þetta verður meira svona tvíþætt. Við ætlum að taka bara eitt mál í hvernig þætti. Og já, vonandi að þið fílið það. Ef ekki þá bara, já, því miður. Ég er að vera mjög árásegja gegn hlustendum, en já. Þá er það bara svoleiðis. Já. En við erum þakklátt fyrir öll sem hlusta. Já, algjörlega. Og sem enn að hlusta á okkur. Algjörlega. Ég ekki bara að dempa okkur í þetta. En það ekki. Þú ætlar að byrja. Ég ætla að byrja. Sko, þetta ég var að segja ykkur frá sem sagt verkum eins manns sem skóp mannkynssöguna með sínu miklu verkum og aðgerðum.
Já. Hann var lykilmaður í sjálfstæðisstríði Bandaríkjanna, var einn af þeim sem skrifaði undir sjálfstæðisyfirlýsinguna og var einn af þeim 5 sem skrifuðu hana ásamt Thomas Jefferson. Og hann var uppfinningamaður með miklu. Hann sat á öðru þingi Bandaríkjanna, fékk Frakkana til þess að taka þátt í stríðinu gegn Bretunum. Sem fór svo vel fyrir Frökkum. Rosa. Kannski búin að átta á hver þetta er, en þetta er hann Benjamin Franklin. Kallinn? Já. Þið þekkja hann ennþá ekki, þá þurfum við bara að fá ykkur $100. Þá er hann þar. Það er sem sagt, ég er að fara að taka fyrir 2 af hans verkum. En ég ætla fyrst svona lauslega að fara yfir hver hann var í rauninni. Hver er maðurinn? Já. Það er ekkert allir sem hafa dýft sér honni hver hann er og svona, það veit allir. Hann er gæði með gleraugun og that's about it, sko. En já, þið munu þekkja hann inn og út, myndi ég segja, eftir þennan þátt. Það er pressa? Já, það er pressa. Ég ætla að vona að þekkja hann. Ef ekki, þá hef ég ekki sinnt mín starfi. Hann sem sagt fæddi 17. janúar 1706 á Milk Street í Boston. Elsku besta Boston. Hann var 10. barn af 17 í frekar fátækrafjölskyldu, mikið mammans. Hann lærði mjög snemma að lesa og fekk síðan að ganga í málfræðiskóla í 1 ár. Málfræðiskóli er bara í rauninni bara að kenna krökkum að lesa og eitthvað svona nokkur. Það er ekki tala grammar school? Jú, akkurat. Það er í rauninni ekkert heiti á íslensku, þetta fyrirbæri var ekki til hérna nokkuð tíman. En já, eftir þetta 1 ár fekk hann síðan sérkennara sem sagt til að kenna sér. Og það var eitthvað ákveðið fag eða? Nei, þetta var bara svona yfir höfuð. Bara svona almenn kennsla? Og þá sem sagt eftir það ár þá lýkur akademiska ferlinum hans. Já, Þegar hann er 10 ára. Já, það var samt alveg frekar algengt á þessum tíma. Já, 100%. En í dag finnst okkur þetta mjög Já, þetta er svolítið faralegt, sko. En það er í rauninni ekki frásögufærandi miðað við tíman. Það sem er samt magna er hvað hann hélt samt ótrúlega áfram að stúdera bara lífið og tilverunum. Já. Því að hann er einn svona merkasti hugsur bara allavega á þessum tíma, svona upplýsingin, sko. Já. Og allan fyrir Bandaríkin. Já, akkurat. Og sem sagt, hann gerðist prentari, útgefandi, rithöfundur, uppfinningamaður, vísindamaður og diplómati. Þetta er mjög, alveg rosaleg ferill, sko. Já. Með að við mitt eitthvað sem fekk ekki að læra mjög lengi, sko. Nei. Þú veist, hann er talað hann, sko, sem svona ímynd endurreisnarmannsins í rauninni. Já. Svona staðalímyndin. En samt þegar þú segir þetta, nú er ég með svona, í svona mörgum störfum og svona, það mynda mig á gæinn úr nætuvaktinni. Ég er með 5 háskólagráður. Svona pínu, já, en fyrir utan háskólagráðunar. Fyrir utan háskólagráðunar, en það var hann að... Ég gerði rosa mikið. En já, basically, sem, þú veist, þessi endurreisnar maðurinn er, þú veist, vellærður, vellesinn, vísindamaður, alltaf að reyna að koma mannkynnun og næsta stig. Þetta er bara allt sem hann gerði, og bara í gegnum allt lífið sitt, sko. Hann tók nefnilega mikið þátt í, þú veist, að reyna að byggja upp samfélagið. Hann til dæmis hjálpaði að stofna lánsbókasafn í Fíladelfíu 1731. Basically á tímum þar sem bækur voru á skornum skammti í nýlendunum. Bretarnir voru ekkert mikið að reyna að fræða nýlendunar. Hann kom líka að því að stofna fyrsta slökkviliðsfyrirtækið og lögreglulið og heimspekifélag Bandaríkjanna. Já. Og þegar ég segi slökkviliðsfyrirtæki, þá meina ég fyrirtæki að þú þurftir að kaupa í rauninni þjónustuna hjá þeim. Þetta er ekki djók, sko, þetta er þekkt, sko, að ef það kviknaði í húsi,
sem var með tryggingu. Já. Eldurinn fór síðan yfir á næsta hús að þá sem sagt komið slökkviliðið, slökkti eldinn í húsinu sem var tryggt en ekki því sem var ekki tryggt. En gaman. Rosa. En já, hann stofnaði líka málaliðahóp Fíladelfíu. Safnaði pening til að byggja spítala og hjálpaði að byggja háskóla Fíladelfíu sem stendur enn í dag. Meinar. Já. Einnig var hann lykilmaður í að stofna póstþjónustu Bandaríkjanna. Er eitthvað sem maður gerði ekki eða? Sko, þegar ég kynni fyrir þessi bréf, þá já, það er í rauninni gerðan allt sem hægt var að gera á þessum tíma. Þannig að já, ég bara nefndi það eiginlega, þá gerði hann það sko. En já, hann sem sagt var póstmeistari Fíladelfíu 1737 og var síðan fyrsti póstmeistara hersöðingi eins og þetta kallað. Það þarf hershöðingja fyrir póstinn? Já. Já. Sem sagt, þetta er staða sem er ennþá til í dag, sko. Ha? Já, Postmaster General. Og sem sagt, þetta er, ef þið hafið hort á Brooklyn Nine-Nine, þá fáið smá kynningu á þessu í einum þættinum. Já. Þannig sem Ed Helms leikur. Já. Jack Donger. Hann einmitt talar aðeins þetta, sko. Já. En já, hann var sem sagt hersöðingi, eða póstmeistara hersöðingi 1775 yfir öllum nýlöndunum. En já, hann var líka sem sagt mjög mikil uppfinningamæður. Meðal uppfinningar hans er eldingastöngin sem sem ver hús gegn eldingum. Sem sagt, þetta er svona málmpinn í rauninni sem þú setur efst á hús. Já. Og sérðu þetta ofta ennþá í Bandaríkjunum, sko. Og það, sem sagt, í staðinn fyrir að fara í efsta punkt hússins, þá fer þetta í efsta punktin þarna og leiðist niður í jörðina í staðinn fyrir í húsið. Og þar leiðandi springur húsið ekki að kveiknar í. Einmitt. Þægilegt. Já, hann líka fann upp á tvískiptum glerum. Var það hann? Já. Okay. Mjög kjánlegt, ég man eftir því úr hann að National Treasure. Já, akkurat. Bókstaflega þau gleru, sko. Þetta var bara ekki til. Sjáðu á Nicolas Cage. Já. Okkar er alltaf besta kall. Já. Fyndi innslag. Ég dreymdi að Nicolas Cage hefði dáið. Bara í nótt? Ég held, jú, annarkvæmt í nótt eða í gernótt. En þetta... Vonandi ekki. Mér langar ekki að Nick Cage degi. Þetta er náttúrulega bara mesta legend sem til sko. Já, maður er svona love-hate sambandi. Já, 100% sko. Já, allavega. Gleraugun góðu. Hann fann líka upp á froskalöpum sem sagt til að synda. Hann fann það upp þegar hann var sko 10 ára eða eitthvað. Þetta er fáránlegt. Og þetta er eitthvað sem er enn notað? Þetta er ennþá notað. Þetta var bara, núna er þetta úr einhverju sílikoni eða eitthvað. En hann var með, þetta er bara svona 3 dæmi sem hann festi á lappinu sinnar. Og magnað. Já. Og hann fann upp á þvaglegg. Sko, þetta þrennt í rauninni, það passar ekki saman í sama kategóri. Ég veit. Þetta er allt rosa út um allt. Það er eins og hann hafi verið 3 persónuleikar. Rosa, sko. En basically, sem sagt sagan segir að bróðir hans var með einhverja, ég man ekki alveg hvað það er, hvað segir, þvagsýrugigt eða eitthvað svona dæmi. Okay. Og það sem var á þeim tíma var bókstaflega bara pinni, ekkert meira, sem þú stakst inn. Já. En núna er þetta víst aðeins betra. Okay. Bjóst ekki við að segja hlustendum þetta, en ég hef fengið svona. Þetta er ekki gott, mæl ekki með. Þetta er viðbjóður. En já, þetta er víst, hann fann upp á svona þessum svona sveigjanlegum þvaglegg í rauninni. Okay. Og já, basically það er á þessu svona sviði að hvað hann var mikill uppfinningamaður og svona það sem ég er að vera að kynna þessi verk
Ok. 2 sem Ok. ég ætla að segja ykkur frá. Er þetta verk eða er þetta bréf? Þetta eru bréf. Þetta er bréf, En sko, seinna er 100% bréf, ok. svona þannig. Hitt er bréf en þetta er verk í sjálfum sér. Ok. Sem sagt, hann, já, fyrsta, það er mjög, já, sem sagt, ég ætla að kynna fyrst fyrir ykkur bréf sem hann sendi á Konunglega Háskólan í Brussel. Ok. Veistu eitthvað af hverju Það mun skýrast? skýrast. Ok. Sem sagt, það heitir Fretaðu með stolti. Þetta er bréf sem hann skrifar til þeirra vegna þess að verðlaunaspurningin sem sett var fram í seinasta blaði þeirra, eða riti, sem sagt, frá háskólanum, var ekki náttúruspekileg né heimspekileg, heldur starffræðileg. Sko, Ok. Ég er rosa confused Já. þess að staðnir. skilði vel. Það er í rauninni ekkert til þú veist, af hverju það var einhver verðlaunaspurning. Þetta er besta þýðingin sem ég gætt fundið. Ok, Og hvað var þetta á ensku? prize question. Ok. Og sem sagt, já, ég sem sagt þýddi þetta úr upprunalega málinu. Ok. Og þetta er eitt erfiðasta sem ég hef gert út í þetta er skrifa 1700 eitthvað. Þú veist, minni 1750 maður rétt. Og þetta er rosa gamalt mál, skal alveg segja það. Já, þetta er ekki Og- auðlesanlegt. Nei, og hann nefnilega skrifar sumt af þessu á frönsku og einmitt, franskan er ekki frá, þú veist, 1950 skilur, þetta er frá 1700 eitthvað. Já, líka bara franskan hefur tekið svo miklum breytingum. Þannig að, já, þetta er, en það í rauninni er ekki erfiðast sem við að þýða þetta út af því að það, sem sagt, það var svo erfitt að þýða þetta út af, sem sagt, hrynjandanum og að reyna að halda orðaleikjunum Já. eins, sem sagt, líkum og upprunalega tungumálinu. Ok. En ég Og, meina stundum er samt bara ekki hægt að þýða. nei, Án þess að tapa meiningu. algjörlega, en ég vil meina að ég hafi náði. Ok. Ég er ógeðslega stoltur af mér. Ok. Ok, látum vera. Til Konunglegu Akademíu Prumpsins. Ha? Þannig byrjar þetta. Nei. Jú. Ert þú ekki bara að plebbast? Ég er ekki að plebbast, ég lofa. Þið getið googlað þetta, ég skal sýna þér þetta. Ok. En ég held að þetta hafi verið ákveðin orðalegur í sjálfu sér út af því að þetta er Brussel og rósakál heitir Brussels sprouts Já. sem lætiði prumpa rosa mikið. Þannig að þetta er ákveðin orðalegur í sjálfu sér. Ok. Herramenn, ég hef blaðað í gegnum síðustu starffræði verðlaunaspurninguna sem sett var í stað annarar í náttúruspeki fyrir komandi ár. Það er að segja, einhver gefin tala, við byggjum að hér verði skráð hæsta magn skipta mögulegum að einhver minni tala sé gefin. Þetta var sem sagt skrifað á frönsku. Ok. Ég veit ekki af hverju þetta er skrifað á frönsku því að restin er ekki skrifað á frönsku, heldur á ensku og hann er að skrifa til Belgíu, þannig að af hverju væri þetta ekki þá Bara allt á frönsku eða allt á ensku. Já, nefnum hann sé eitthvað að reyna að sína sig og svo er bara orðafólinn búinn. Ég held að það sé málið. Það getur verið. Já. Þetta er svo alltaf eitthvað bonjour og svo bara Nei, hann var alveg fluent, sko. Hann náttúrulega bjó í Versölum í smásnöð, sko. Ha, hvernig vissi ég það ekki? Ég veit það ekki. Það er skandall. Skandall, sko. Já. Ég var glaður að sjá eftirfarandi orð að Akademían hefur dæmt að þessi uppgötvun svo langt sem viska okkar hefur komist sé ekki án notagildis. Að þið meti notagildi sem grundvallapunkt í rannsóknum ykkar sem hefur ekki alltaf verið hjá öllum akademíum. Og ég lík þar með að þið hafi sett fram þessa spurningu í stað heimspekilegrar eða eins og þeir lærðu tjá það, eðlislægar,
Því þið gátu ekki á þeim tíma fundið upp eðlisfræðilega spurningu sem lofaði betra notagildi. Ok. Hann er mjög sassy, strax. Lofið mér þá hóvarlega að koma með eina því líka fyrir ykkar álit og í gegnum ykkur, ef þið samþykkið það, fyrir mikilvæg rannsókn lærðra eðlisfræðinga, efnafræðinga og svo framvegis þessarar upplýstu aldar. Það er alkunnugt öllum að við meltingu okkar hefðbundna matar og búið til eða framleitt í görnum mannfólks mikið magn af lofti. Það að leyfa þessu lofti að frelsast Þetta heldur áfram og verður bara meira og meira svona. Bara... Leyfa því að frelsast. Já. Be free. Þú veist, það er náttúrulega að við fyrir að tala free the nipple, free the fart. Já. Já, það er komin tími. En já, það að leyfa þessu lofti að frelsast og blandast við andrúmsloftið er vanalega dónalegt í sumhverjum félagsskap vegna úlnulyktarinnar sem því fylgir. Af hverju er prump fyndið? Ég veit það ekki, það á ekki að vera svona fyndið. Nei, það á ekki að vera svona fyndið. Nei. En sko, ég held líka í þessu samhengi þar sem hann er að tala rosalega svona fáað mál prump er eitthvað ekstra fyndið. Það er ekstra fyndið. Já. Það að allt vel uppalið fólk þar að leiðandi til þess að forðast að valda sleikum usla haldi aftur með valdi áreynslu náttúrunnar að leysa þennan vind. Já, þetta er rosalega gamaldagsmál því verið bara að reyna Bear with it. Já. Að halda svona aftur af sér gegn vilja náttúrunnar veldur ekki einungis oft miklum og ágerandi sársauka, heldur eykur möguleika á sjúkdómum seinna meir. Svo sem sífelldum ristilkrampa eða magakveisu, sem sagt vindverkir, rofi á meltingafærum, sem sagt á læknisfræðilega heitir það rústúra. Ok. Rosa kraftlegt bröð. Já. Kraftmikið bröð. Þetta er rosalegt sko. Þetta matar að þessum tíma sko. Ég veit það. Uppþembu, sem sagt útþaninn magi, Já. fast loft. Sem flest allir kannast við að hafa lent í. Það Já. er ekki þægilegt. Nei. Og svo framvegis. Sem sagt, já, ég fekk vin minn sem er í læknisfræði útskýra hvað allt þetta væri. Ok. Þetta var allt mjög svona læknisfræðileg heiti sem var ekkert endilega til mjög auðveld þýðing á. Nei. Og þannig að ég sem sagt fekk hann til að svona Setja þetta á mannamál. Já, í rauninni. Ok. Og leiðir oft á tíðum til mikillar eyðileggingar á heilsu manna og stundum á lífinu sjálfu. Ekkert dramatískt. Nei. Þið heyrðu það hér, hlustendur, prumpið þannig stegiði. Oh my god, þú er svo mikil fleffi. Nei. Jú. Væri það ekki fyrir andstyggilega móðgandi lyktina sem fylgir því að losa sig við þetta loft, myndi verðurlegt fólk líklega ekki hika við að leysa vind meðal fólks, eins og það að hrækja eða snýta sér. Þú veist, það sem verðurlegt fólk gerir, vanlega. Ok, nei, náttúrulega bara snýta sér. En nei, Ég veit, ég fæ svo mikla klífi við því. ég veit. Þetta er nefnilega fyndið sko, út af því að það er, ég veit bara að þetta sé í rauninni tabú á Íslandi út því að allstaðar annarstaðar sem ég hef farið, þá er mjög eðlilegt að snýta sér. Já, og þá Bara í er almenna tabú að svona Svo upp í niður. Já. Það er nefnilega andstaðan. Þetta er svo fyndið. Já, en samt, sko, samkvæmt þessu bréfi, þá vill hann Benjamin Franklin að fólk þá bara frekar prumpi og sé einsamalt. Nei, ekki beint. Ok. Þetta er bara í rauninni langur aðdragandi að því þar sem hann er að komast að í rauninni. Ok, að því ég hugsaði ef að
þú veist, þú kannski lifir ótrúlega lengi það ef þú bara lætur allt gossa, Mhm. en það er ennum kannski ekkert allir að vera í kringum þig. Nei, nefnilega ekki. Og basically þá sem sagt restin af þessu bréfi útskýring hvernig við getum lagað þetta. Já, ég skil. Ok. Mín verðlauna spurning myndi þar að leiðandi snúast að uppgöta eitthvað heilsusamlegt lyf og ekki ónótalegt til að blanda við almenna matinn okkar eða sósur sem muni gera náttúrulega losanir vinds úr líkama okkar ekki aðeins ómóðgandi heldur viðunandi eins og ilmvatn. Eins og ylvatn. Jöp. Hann vill basically, þú veist, þetta er náttúrulega allt bara háð gagnvart þessu, en hann er í raunin að segja að hann vilji gera sérhvern mann að ilmkerti í rauninni. Já, en ef fólk fyrir að prumpa ylvaslegt, Já. þá samt ferður samt að vita að fólk sé að prumpa. Þetta er alveg svo ef fólk notar svona kúkaspyr á klósettum. Já, poopery. Já, þú veist eiginlega meira að einhver var að kúka heldur en ef það væri ekki. Það fer ekki milli mála út af vænu lavendurlyktinni eða eitthvað sem er. Já, en þú veist, ok, segjum svo ef að þú myndir byrja að prumpa sér satt með himneskri lykt, Já. segjum það. Ok. Að, þú veist, og allir myndi gera það. Heldur að það væri, þú veist, samfélagslega samþykkt að það væri lægi að prumpa meðal fólks. Veist, ég bara veit það ekki. Ég get ekki svarað þessu. Nei, þetta er djúpa pælingar, sko. Já. Þetta er ekki óraunsætt verkefni. Né fullkomlega ómögulegt. Eins og mætti sýnast á þessum forsendum. Við höfum nú þegar einhverja þekkingu til að umbreyta þessari lykt. Sá sem snæðir gamalt hold, sérstaklega með mikilli viðbót af lauk, mun geta veitt óþef sem engin hópur getur þolað. Og það var þá nokkrir í fluginu verið að borða úldið hold Já. og nóga lauk af því að oh my god, það þurfa að borða matinn sinn við hliðin á klósetti. Guð, já, ég get rétt ímynda mér. Ég er alveg sagt að ég veit betri staði til að borða matinn sinn, sko. Ó, já, 100%. Eða bara vera að vinna heldur en við hliðin á klósetti. Já. Sérstaklega sem að, já, það verður svolítið þungt loft í flugvélum. Guð, já. Þetta er í rauninni bara táfélag og prömpufélag bara í svona 3 til 6 tíma. Allavega. Já, heldum áfram. Á meðan sá sem hefur lifað í smá tíma á grænmeti einungis mun hafa andadrátt svo tæran að því leiti að vera ónæmur flestra næmra nasa. Minn einasti. Ég hef aldrei heyrt það að grænmetisfæði einungis valdi góðri lykt. Nei. Ekki svo ég veit, sko. Ertu að segja að ég sé alltaf andfúl eða? Já. Ok, takk. Er ekki elska það líka? Já. Mátt busta þig oftar heldur. Og grjótaði þig? Þetta var djók. Já. Ok, eins gott. Og ef viðkomandi tekst að forðast athygli, má sá hvar sem leyfa angist sinni að anda án þess að nokkur taki eftir. Það er nú það bara laumprumpa. Í rauninni. Ég líka fíla sem sagt að leyfa angist sinni að anda. Mjög skemmtilegt orðalag. Aftur á móti eru margir sem hendar ekki gervalt grænmetis mataræði. Og það að henda smá af brenndu kalki inn á kamar myndi draga úr þessu ótrúlega magni af úldna lofti sem rís frá víðáttu mikla massanum af rotnandi efninu inn á slíkum stöðum og gerir það frekar óánægilegt að þefa. Hver veit þá nema að smá kalkduft eða eitthvað sambarlegt tekið með matnum okkar eða kannski glas af kalkvatni drukkið með kvöldverunum gæti haft sömu áhrif á lofti framleitt í og komandi frá görnunum okkar.
Já. Yndislegt. Sko klukkan er eiginlega of snemmt til að vera að tala svo mikið um Trump, sko. Ha, Já, ég er alveg sammálaðir en þú heldur endilega ég byrjaði. þú bauðst þig fram? Ég veit. Ha, Ég veit. góldari dreifurinn sem þú ert. Og hvað? Já. En já, þetta er þess virði að prófa. Víst er það líka að við höfum kraftinn til þess að breyta með vægum aðferðum lyktinni úr annarri losun, úr vatninu í okkur. Nokkrir aspastönglar étnir muni gefa þvæginu okkur óþægilega lykt. Þannig að núna erum við komin burt frá prumpinu og við erum komin í pissið. Já, aðeins í smástund, en Ok, þannig þetta að er við bara erum- til þess að Ég skil. lýsa aðferðin í rauninni Ég skil. og Ok. hugsunarhættinum. Við finnst við smá... Já. Að bara við séum að byrja og þú ert þar prump og piss. Mér í fyrsta langar, þættinum. mér langar að Ha? fólk viti að allt getur gerst. Ok. Við erum En þetta er allavega samt ekki að fara að vera venjan í öllum þáttum. Bara svona svo að það sé á hreinu. hver veit, þetta gæti komið reglulega en þetta er, já, eins og ég segi, ég vil að hlustendur viti bara núna að hvað sem er getur verið tekið fyrir. Og terpentínupilla, engu stærri en baun, mun breyta lyktinni í aðra eins og að fjólum sem er nokkuð þóknanlegri. Já, mér langar bara að bæta við að terpentína er eitruð og ég myndi ekki mæla með að þú drekki terpentínu til að losa þig við aspaslykt úr þvæginu. Nei, fyrst þetta líka sendt frá lækninum. Ég þurfti þess ekki. Ef það er eitthvað sem þið takir frá þessum þætti þá er það þetta. Já. Ekki drekka terpentínu til þess að losa eitthvað við Og prumpið vonda annars lykt. Já. Og hví ætti það að vera ómögulegt í náttúrunni að finna efni og leiðir til að gera ilmvatn úr vindi okkar og vatni? Ok, það er ekki, þetta er seinasta efnisgreinin núna Ok, af þessu bréfi. á þessu bréfi. Hvað er næsta ælu eða? Nei, það er ekki ég ætla að segja að það er ekki líkansvessa en það er ekki beint rétt að kemur ljós. Ok, áfram. Til hvatningar á þessari rannsókn, burt sér frá ódöðlega heiðrinum sem uppfinningamaðurinn á bakvið hana fær verðskuldað að launum, skuli vera tekið tillit til þess á hverju litlu mikilvægi fyrir mannkynið eða hversu lítill partur af mannkyninu hefur getað nýtt þessa vísinda uppgötanir sem hafa hingað til gert heimspekinga fræga. Ok, Eru 20 menn í Evrópu til þessa dags glaðari eða jafnvel léttari fyrir einhverja þekkingu sem þeir hafa týnt úr verkum Aristótelesar? Hvaða þægindi geta hringiður Descartes gefið manni sem hefur hvirfilbíl í görnum? Hringiður Descartes er sem sagt einhver heimspekileg pæling hjá Descartes. Já. Og það er sem sagt næstu nokkrar línur eru basically bara orðaleikir ofan á heimspekilega pælingar, þannig að hringiður Descartes hvirfilbil í görnunum. einarslegt. Ok, Þekking á sameiginlegri aðlögun í öryndum efnis hjá Newton getur það veitt þeim létti sem er svo byrgur af þeirri sameiginlegu fráhrindingu eða þeirra illskeitnu þenslu sem það áorkar. Sú veljan sem nokkrir heimspekingar upplifa stöku sinnum á lífsleiðinni að sjá undið ofan af ljósþráðunum og þá aðskilda með nútóníska prismanum í 7 liti er hægt að bera saman við léttleikan og þægindin sem hver lifandi maður geti fundið 7 sinnum á dag með því að losa frjálslega vindin úr görnunum sínum. já, Heyrðu, já. þetta er Benjamin sko. Sérstaklega ef hann væri umbreyttur í ylvatn.
Því nautn skinnfæra okkar verandi aðeins litlu lægra settara en annara. Í staðinn fyrir nautn sjónarinnar mætti hann gleðja lyktarskinn þeirra í kringum hann. En það var sem bara almennt vond lykt af fólki á þessum tíma. Já, ég held að prumpið... Prumpið var örugglega ekki. Það var ekki helsta áhugjefni. Nei, en hann náttúrulega að tala meira þú veist, herra sett fólk sem kannski baðaði sig allavega tvisvar viku í staðinn fyrir einu sinni. Það sant. Já, en já, því naut skinnfæra okkar verandi aðeins litlu lægra settara en annara, í staðinn fyrir naut sjónarinnar, mætti hann gleðja lyktarskinn þeirra í kringum hann og gera fjölda fólks ánægðan sem með jákvæðum huga hlýtur að veita óendanlega ánægju. Örláta sálin sem nú reynir að koma staði hvort vinirnir sem hann að geskja við fyrir líkar betur við Bordeauxvín eða Burgundarvín, Kampavín eða Madeira. Myndi þá líka koma staði hvort þau kjósi Musk eða Lilju, Rós eða Bergamot í prumpinu. Já, ok. Og veitt því samkvæmt því. Og vissulega hefur það frelsið að tjá skoðun sína á lykt og þóknast hvor öðrum óendanlega meira vægi gagnvart gleðimanneskjunar, frelsi pressunar eða af því að misnota hvorn annan sem englendingar eru svo tilbúnir að berjast og deyja fyrir. Frelsuprumpið. Í stuttu máli, þessi uppfinning fullkláruð myndi eins og Bacon orðaði það færa heimspekina að atvinnumanna og brjóstviti. Ég get ekki loka þessu nema með samanburði við alhliða og áframhaldandi notagildi, vísindi heimspekingana sem minnst hér fyrir ofan, jafnvel með viðbótinni, herramenn, á ykkar, einhverri gefinni tölu og tölunum sem sú tala saman stendur af eru allar saman varla virði túskítings. Sem sagt, þetta prumpaði með stolti eftir Benjamin Franklin. Ég ógeðslega glaður með þýðinguna mína á túskíting út í þetta var hardly worth a farthing, sem sagt farthing. Skil. Þannig að ég mjög glaður. Mér finnst ég eiga skili hrós. Ok. Smá klapp. Já. Takk. Já, hann gerir eiginlega allt að prump orðalegjum sem sagt í þessu bréfi. Mjög skemmtilegt. En já, við þurfum smá hreinsun á bragðleikunum okkar eftir allt prumptalið. Já. Ég ætla að segja þér frá öðru bréfi sem hann skrifaði til vina síns. Það jafn yndislegt? Alveg æðislegt. Okay. Mér finnst það betra af þeim tveimur. Hvað með? Þetta bréf þekkt sem ráð til ungs manns á vali á hjákonu. Hættu nú. Þetta á kannski bara ennþá við hjá sumum. Kannski einhverju finni góð heilræði í þessu. Og eins og mun vera skýrt í bréfinu þá var hjákona skilgreind aðeins öðruvísi en hún í dag. Okay. Sem sagt, þetta samt ekki mikið, sko? Nei, en sko þetta sem sagt val á mistress. Sem sagt mistress á þessum tíma þýddi ekki bara sem sagt kona sem þú sefur hjá utan hjónabands, skilur við? Jú, sem sagt þetta ekki bara eitthvað sem þú sefur hjá sem sagt til að halda framhjá sem sagt makanauðunum, heldur þetta líka eitthvað sem þú sefur hjá utan hjónabands. Þetta var mjög ruglisleg skýring hjá þér. Ok, ég skal gera þetta. Ok, en þetta basically munurinn að Anna í laumi og hitt ekki í laumi. Já, í raun, sko. Þú veist að því eins og með marga konunga, þeir voru með an official mistress. Já. Og þá bara vissu allir af því. Já, en það sem hann að tala sko, þá að einhver basically bara til þess að sofa hjá
sem sagt fyrir hjónaband. Fyrir hjónaband? Já. Ok. Þannig að mistress gat líka verið eitthvað sem hún svafst hjá sem hún ætlaði ekki að giftast. Ok. Þannig að, já, ég ætla að byrja lesturinn og leyfa ykkur að upplifa. Ok. Ég býð spennt. Já. Er það ekki? Þetta var skrifað 25. júní 1745. Minn kærasti vinur. Ég veit enga lækningu færa að minnka ofbeldisfullu náttúrulegu hneigðunum sem þú minnist á. Og ef ég gerði það, held ég ætti ekki að segja þér frá því. Brúðkaup er viðeigandi meðalið. Það er hið náttúrulegasta ástand manns og þar af leiðandi ástandi þar sem þú munt líklegast finna fasta hamingju. Þínar ástæður gegn því að gangi það heilaga að svo stöddu virðist mér ei vel rökstutt. Nei. Aðstæðukenndu kostinir sem þú sérð með því að festa þig eru ekki aðeins óvísir, heldur eru þeir litlir í samanburði við þá í fari hlutarins sjálfs. Það að vera giftur og orðinn ráðsettur. Okay. Það er maðurinn og konan sameinuð sem gerir hina fullkomnu mannveru. Já, það verður allir að muna að þetta er bréf frá 1745 og þetta er alls ekki mínu skoðanir. Nei, við líka værum ekki saman ef þetta væri þína skoðanir. En þú veist, ég bara bæta inn allir með að vera eins og þeir eru. Já. Þú veist, ég er ekki dæmið, mér finnst þetta bara mjög fyndið bréf, ok? Ok. Þetta ásaka mig, ok? Aðskilin vill hann fyrir líkamsstyrkin hans og rökfærslustyrk. Okay. Er það eitthvað sem þú vilt frá mér? Líkamsstyrk og rökfærslustyrk? Rökfærslustyrk. Hennar mýkt, skynsemi og dómgrind. Já. Saman þau líklegri til að lukkast í lífinu. Einhleypur maður hefur alls ekki sama virði og hann hefði í þessari sameiningu. Hann er óklárað dýr. Ég tengdi við það þegar ég var einhleypur. Að vera óklárað dýr? Þú bara í alveg sagði þetta. Var það svo ég sem kom og tamdi þig eða? Hvað áttu við? Ég held áfram. Hann líkist öðrum helmingnum af skærum. Þess að bara skærum náttúrulega 2 hluti sett saman. Ég held sko að leika skæri fyrir mig. Skæri? Já. Allavega. Oh my God. Ef þú færð þér hygna heilsusamlega eiginkonu, þín iðjusemi í þinni atvinnu með hennar góðu hagsýni munu vera auði nægtar. Mic drop. En ef þú munt ekki taka þessu ráði og halda ótrauður áfram að halda að viðskipti við kynið óumflýjanlega, þá endurteki mitt fyrra ráð að í öllum þínum ástarsamböndum skulu þú kjósa frekar eldri konu yfir yngri. Nei, heyrðu, þú hefur tekið það. Já. Ég las þetta áður en ég hitti þig. Er það? Já. Oh my God. Þú kallar þetta þverstæðu og krefst rökana minna. Þær eru þessar. Og I'm Ben from WatchMojo.com and here are 8 reasons to take an older mistress. Númer 1. Þú ert ekki eftir að fíla þetta. Þetta er samt svo fucking fyndið. Númer 1. Því þar sem þær hafa meiri þekkingu af heiminum og þeirra hugur betur forðaður af athugasendum,
eru samtölin því meira bætandi og viðunandi til lengdar. Það er rétt, Já, þú veist, já, það er bara ávið allt fólk. já. Númer 2, því þegar konur hætta að vera laglegar, þá læra þær að vera góðar. Nei, nú hætti þú. Augnaráðið frá þér. Nei, nú hættir þú. Þetta er bókstaflega 100% þýtt. Ok, continue. Haltu áfram. Til að viðhalda þeirra áhrifum yfir karlmenn, þá byrgja þær minnkun fegurðar með aukningu í notagildi. Ha? Þær læra að gera 1000 athafnir, litlar og smáar, og eru þær elskulegustu og nytsamlegustu af öllum vandamönnum þegar þú veikist. Og núna þú varst að segja að þú hefði lesið þetta bréf áður en við kynntumst. Ha? Menna hef ég rámt fyrir mér. Já! Þar að leiðandi halda þær áfram að vera vingjarnlegar og þar með er harla til dæmi það að gömul kona sem er ekki góð kona. Ok, því er ég alls ekki sammála. Nei, við höfum bæði búin að vera í þjónustustarfi mjög lengi. Já, Það er ekkert... það er ekkert samansemmerkið þannig á milli. Nei. Því miður. Númer 3. Því það er engin voði á börnum. Ég veist það mjög skemmtilegt orðalag. Það er engin voði á börnum. Nei, engin hætta. Nei. Sem óreglulega framleitt geta verið sinnt með miklum óhendileika. Ég er sammála þar. En já, hann sem sagt, við erum samt að tala það, hann er ekki að tala þú veist, konu yfir 30, skilur, þú veist, og hann 20 eða eitthvað. Nei. Hann er að tala eitthvað sem er sko, þú veist, komin á breytingaskeiðið. Einmitt. Þú veist, þetta er alveg, þú veist, Já. Nú veit ekki alveg hvenær konu fara yfirleitt á breytingaskeið. 45? Það er bara mjög misjátt. Ok. En ég held samt að talan er alltaf að hækka. Já. Það heldur en að minka. Ok. Eða lækka. Segjum 45 akkurat núna. Ég myndi segja 55 frekar. What? 55? Já. Jesus. Wow. Það er rosalegt. Ég myndi alltaf segja 50-55. Ok. Ég bara segja, Já, ég er að læra eitthvað nýtt, sko. Ég hef ekki hugmynd. Ég held að vera miklu fyrr. já. Hvað? Númer 4. Því með meiri reynslu eru þær hygnari og þagmælskari í háttum á ráðabruggi til þess að forðast grunnsemd. Ok, þetta er mjög góð setning. Ég veit. Viðskipti við þær er þar af leiðandi óörugari þegar það kemur að virðingu þinni. Og talandi þeirra virðingu, ef sambandi skuli vera opinberað, tillitsamt fólk myndi vera líklega að afsaka gamalli konu sem var svo væn að sjá ungan mann, að móta mannasið hans með hennar góðu leiðsögn og að koma í veg fyrir að hann eyðileggi heilsu sína og auð meðal málaleiða vændiskonum. Já, einmitt. Mér verða að veikina það er eitthvað mjög badass við að vera málaleiða vændiskona. Hvað var það sem þá einsku? Mercenary prostitutes. Gæði badass. Já. Ég veist, ef ég væri vændiskona, þá myndi ég vera málaleiða vændiskona. 100%. Já. Ég held að það væri bara gefið. Númer 5. Því í hverju dýri sem labbar upprétt, þá kemur skorturinn á vökunum sem fylla vöðvana fyrst fram í efsta hlutanum. Sem sagt, hann er að tala í rauninni að þyngdaraflið, að með tímanum þá sem sagt, ástæðum fyrir þú færi hrukkur er að það skortir vökva. Ok. Samkvæmt honum. Andlitið verður fyrst langt og hrukkátt, síðan hálsinn, þar á eftir brjóst og hendur. Læri partanir halda áfram að vera eins
þykkir og alltaf. Þá hægt að hylja öllu ofan með körfu. Nei. Ha? Ég bara, sorry elskar mín, hérna, hér karfa á hausinn. Hérna er kynlífskarfan, sett hana á þig. Nei. Nú segir stopp. Ha? Og horfandi aðeins á það sem er fyrir neðan belti er ómögulegt með 2 konur að þekka gamalli frá ungri. Új. Já, því að þetta er bara 50-50. Rukkur og ekki. Já, því að það er bara efri líkaminn sem verður rukkóttur. Þetta er bara flýsindi, sko. Hann bara skrifa þetta niður og senda. Okay. Og alveg eins og allir kettir eru gráir í myrkrinu, nautnin á holdlegri skemmtun með gamall konu er að minnstakosti jöfn og oft á tíðum æðri. Unaðslegt. Já, og sem sagt að hún hefur með æfingu er hún hæf að bæta sig. Új. Ég skil ekki alveg þessa lógik, allir kettir eru gráir í myrkrinu. Já, þetta meikar ekki alveg. Taktu bara kjúklinga eitthvað, hvað, þetta skiptir engu mál. Ég veit ekki. Þá skiptir engu máli hvað þú ert að gera. Nei. Það veistu? Oh my god. Númer 6. Því syndin er síðri. Tæling hreinnar meyjar gæti orðið henni að falli og gert líf hennar ósælt. Við sko bara bjagt tuffa át, sko. Jep. Númer 7. Líka bara hver heldur hann að hann sé? Ha? Þetta er Benjamin Franklin. Já, vá. Þetta er postmeistari hersöðingin, Oh mikli. my god, já. Númer 7. Því kvíðin er minni. Kvíðin er minni? Jep. Hafandi gert unga stúlku óhamingjusama gæti gefið þér tíðar bitrar hugleiðingar. Engar af hverjum geta mætt því að gera gamla konu hamingjusama. Oh my god. Áttlega og endanlega, þær eru svo þakklátar. Nei. Já, svo þakklátt með körfu á hausnum. Ha? Öll ástin. Öll ástin hana. Öll ástin. Já. Svo lýkur mín þverstaða. Ég ráðlegg þér samt að gifta strax, verandi einlæglega þinn ástúðlegi vinur. Vá. Þetta var mjög fræðandi lestur. Veistu, ég mun ekki taka margt frá þessu inn í Ekki? lífið. Nei, eða út í lífið. Nei. Við skulum bara hafa þetta þarna. Já, við höfum þetta bara þarna. En þetta var hann Benjamin Franklin með mjög áhugaverðar hugleiðingar. Þetta er mjög einhverjar manga veltur. Já, við bara hvetjum ekki til þess að þið leikið þetta eftir. Nei, alls ekki. Og ef þú ert einhleipur karlmaður, þú ert ekki ófullklárað dýr. Bara segja það. Það er svo geggja mikið af góðum setningum manninni. Ég veit það, en ég er bara svona að hann hafi actually bara sest niður og skrifað þetta. Ég veit. Og hún bara, já, ég er sáttu með þetta. Já, þetta er Þetta er rétt að leiðin í lífinu. heilræði fyrir vin minn. Einmitt.
alveg magna. Ég svona smá eftir mig eftir þetta og þetta svo þetta svo mikið bull. En já. En ef þú segir þetta gott í dag. Við bara þökkum ykkur kærlega fyrir ef að þið náðu svona langt inn í þáttinn og bara takk fyrir að hlusta á okkur. Já, takk. Og ef það eitthvað sem ég tekið frá þessu þær eru svo þakkláttar. Oh my god, nei.